Nýjum blöður hafið göngu sína á þessum ég ætla að segja bara yndislega föstudegi því að það glampandi sól og 20. hiti í, Reykjavík allavega, ekki gott við all landið? Það sól á Þróttaramerkinu, við sjáum það hérna. Já, vá, það örugglega einhverjir sem hefur komið betur inn á eftir í stuði í dag en Nýjum blöður hafið göngu sína föstudaginn 21. ágúst Fljótt að liða, það ágúst bara klárast Ég að fara í veðri hérna Það sunshine á öllu landinu Geggjað nema á Egilsstöðum og Raufarhöfn Þannig að þið sem búið á Egilsstöðum og Raufarhöfn You shit out of luck En allir aðrir Congratulations En þetta ekki alltaf gott veður á Egilsstöðum Ekki í dag Nei, ég veit það, en það oft þegar hér þá 21 stig Það yfirleitt besta veðri þar Þannig að við erum ekki að vera vorkina En alveg að þú veist að ef þú býrð á Egilsstöðum eða Raufarhöfn Þú getur líka alveg, þú ert með fyrirvaran Þú getur hendur upp í bíl og kíkt eitthvað Já, þú ert ekki lengi að fara eitthvað En eins og þið heyrið, þá fullur bátur Það alltaf fullur bátur núna Því að það kemst ekki af landinu Egill væri, fyrirlið þáttarins væri sennilega stættur á Tenerife núna ef hann geti það Ég að bæta Tenerife áramótin Ef að COVID-ruslið eðilöku það ekki En ég ætla bara að byrja að spyrja hvernig ertu? Ég hef aldrei betri Það gott að heyra Þú ert endur svolítið fancy í dag Nei, nýtt fancy Mér finnst það Ég fór bara í hvítar stöðbuxur og bláa skyrtu Já, þetta ekki eitthvað hvítar Nike stöðbuxur Hvað merkir þetta? Já, nei, þetta bara eitthvað rusl Nei, þetta eitthvað voða fancy Svo ert í blárri stöðtri skyrtu út Voða sömmur og flottur Já, ég meina, ég er ekki sömmur Jú Ég er að hrósa þér Það langt í að vera við sitjum innan félaginu kl. 4 og horfum út á Suðurlandsbrautina og það verður dimmt Það er mjög stutt í það 6 vikur í það Já, við erum að nýta þess að það Við erum basically að segja bara, þú lítur vel út Út í, bara, hérna, búið að bretta upp á ermarnar á þessu rugli hérna Út í hvítum, og stöðbuxum einhverjum Þetta er bara fancy Það eins og sett á leiðin í ammali Ég ekki svona grínast þig Ekki þá lítir ítla út hérna oftast þegar þú mætir En þú ert voða flottur í dag Já, ég fór heim á milli Mannilega fer ég beint úr sporthúsinu og hinga upp yfir Fór ég eins heim Sjáer, gerði manns kláran Ertu að fara að gera eitthvað kvöldið? Nei, það er ekki plana Nei, ok Það lítur út eins og sett á leiðin Má að gera eitthvað Það fór Það er bara að banna allt skrás Það er að tekja með þetta reglan og svona En ég lít nú yfirleitt ítla út Og gera það hann í dag Lítur út eins og trúður og eins og það heyrið þá trúður og þáttarins Ég ætla að hætta að kalla það Guðfarinn Trúður þáttarins sem mættur þetta Steindi Junior Takk fyrir Ég er fyllandi góður og fróðandi Það er gott að heyra Ég er bara í stuði Ég verð bara, maður er heiðarlega með þetta Stundum er maður bara einhvern veginn svona ekki í stuði Og nú er ég bara Það er ekkert oft sem að þú hefur sest hérna fyrir fram að mikrofónu og segir Veist að ég er bara ekki í stuði Þú ert ekki yngo við ykkur sko Ég er líka bara Nei og bara með strákunum Við erum bara að snáðast Við erum að fara yfir stöðuna og tala saman En maður, einhvern veginn, ég er samt bara með ykkur Já, þetta er enga kameru neitt Þetta minnir mig oft F95 blöð Minnir mig oft á 70 mínútur Maskaði fyrir sína gestingu og mat og yngo veðugu til að líka Þú opnaði veskið Hún er hópsmitt á Hótel Rangá Já, ég frétti það En Kim Kardashian og Egill hafa gisti Sko Nei, var ekki Mér er satt léleg málið Ok, ég vona eitthvað fjölumælumenn sem að hlusta Þetta er léleg blaðamennsku Það er náttúrulega bara smit á Var þetta hótelum goddamn Penguin Suite? Já, þetta var pottið í The Penguin Suite Akkur heldur þessi pottið Því að þú veist, af öllum svítunum að það smit Partíið endar alltaf í The Penguin Suite sko. Já, þetta var í The Penguin Suite Ég meina, það er samt eins og svítan sem Fat Richard var í hérna Norður Ameríku svítan Þetta útlöka að smitið að vera það líka Var hann í Norður Ameríku? Já, Rikki fór alla leið Það var liðið svítan með Penguin Suite Rikki sendi mér, ég hef aldrei verið að peppa þér Ég svitaði þetta Ég vakti Munið þegar Fat Richard Ok, þetta kannar Fat Richard Hvað var í gangi? Munið þegar hann vakti mig Þú ert að hrósa Rikkanum núna Munið þegar hann vakti mig með kostu Þetta er eitthvað brennslu vakning það var ekki góð vakning Og mjög slög Blöð hefði þetta skólan til hann Því að blöð með Þetta var bara óþægilegt Anskei En málið, ég náði að hefna minna Rangá Og tók vídeo því ég vakti Richard Ég var ekki, það er aldrei hit the streets Keira það bara á Keira það í gang Það var ekki að posta Tebokaðar hann eða? Þetta var einmitt í blöð 40 sko Já, en það er sko talandi vakningar að þá er auðvitað versta vakning sem ég fengi það var frá Sveppa en það var aldrei sýnt inn í sjónvarpsþætti hann tebokaði með einu sinni og hún var hressandi Þetta tala um að byrja að setja Sveppi pungin á sér upp í því Nei, ekki upp í mig en svona á andlitið á mér En veistu hvað, ég minnst nú allt til að bara segja frá því Atlantic City City of Joy Þá hérna var ég með Sveppa í herbyggi
Og það sem það besta sko, þú færð ekki betri herbyggisfélag. Nei, það er alltaf gaman í kringusveppa. Við verðum að gefa hann það Hann er geggjaður sko. Þú veist eins og bara við vorum svona, jú, það var búið að vera Herru, ég ætla að nýta tækifærið. Ég veit að sko okkar uppáhalds maður Bergþór sem einmitt Sverri son sem kóngurinn. Það kóngurinn. Bergþór að hlusta, hann á leiðinu upp í bústað. Bergþór, dýrka þig. Það eru stuðkveður í bílinn. Ástæðan fyrir að við erum að tala svepp er að við hittum hann bara rétt á hann. Þau eru á leiðinu upp í bústað. En ég var með honum í herbyggjumdaginn. Nei, í AC, bara daginn, það er alltaf að segja það. Og þá, sem sagt þetta var satt eiginlega að finna sig í sér sko. Þá vorum við vorum að gera okkur ready bara svona fyrir dinner. Við vorum búin að vera bara snáðast daginn og komnum upp að herbyggi pitstop. Og þá svona heyri ég svona hljóð og ég lít svona við, þá sé ég að hlaup allsperran Það herbygginu að fela sig á bakvið hluti svona eins og okkur lítil búalur. Þetta var bara, ég grenja Bara fyrir þig? Já, bara fyrir mig, já Og svo en svo var það ekki bara fyrir mig þegar hann vakti mig líka daginn eftir. Þá vakti hann með að nutta punktum á sér upp við andlitið á mér og tók það upp á vídeo og senda á ykkur. Var það ekki smá veistla? Það er svona pínu partytrykk hjá hann sem hann voru óa gaman að. Já, svona, ef maður lendir með partytrykk bara. Já, hræðilegt. Ef maður lendir með svepp í herbyggi í svona utanlandsverðum, þá veit maður bara að sérstaklega því ég sé fast og ég hrít og ég er með kæfisvefn og allt þetta. Hann mun bara basically violata mig. Já, ég get alveg sagt þér það. Svo mun hann svona einhvern veginn Nú hefur við verið með eitthvað báðum ansi oft á hótelherbyggi tengt einhverju sjónvarpsþáttum. Ég var frekar til að bara sveppi myndi teboka með alla dag og ég vil skýta mig heldur en sitja við hliðina á þig, bara við hliðina á þér, liggjandi við hliðina á þér og hrjótandi. Það er að versta sem lendir í. Að ég næ ekki að sofa. Ég næ þó alltaf að sofa ef að sveppi vakna með eitthvað flipp. Já, en pældi hvað þetta er one time. Ok, ég hrít sem er hræðilegt. Já, ég veit að ég hrít og ég er með kæfisvefn og er bara ógeðslegur. Þú sefur allsber og ert sex zombie. Nei, það er gerst einu sinni. Ég sef í stuttbuxum alltaf. Og sveppi kemur svo ón á þetta og er að típoka mann þegar maður er svoandi. Þetta er bara ekki hægt. Við kíktum á þann, það er gýr í okkur. Við kíktum að, undirbúa þáttinn á fabrikuna. Við reyndar í bóði Keiluhöllunan. Það eru sömu eigendur, C.J. og félagar. Það var smá geitungavesen hjá C.J. Það var að stoppa það, en við sátum í, hvað 17-18 stegi hitti það? Já, 30 stegi hitti. Það var 3 stafa að tala. Já, 3 stafa að tala. Hittum við mitt sveppa þar í einu kvöldum. Hann var eitthvað ekki einu kvöldum, en hittum svo Hjöppa líka. Sem er nú með besta, hann svona breytti leiknum þegar kemur að podcast á Íslandi, að mínum mati. Dr. Fútból er besta podcast á Íslandi. Ég eiginlega staðfesti það. Og hann kom með góðan punkt fyrir okkur sem áttu nú ekki að vera fyrir útvarpið, en þegar ég fór að hugsa þá svolítið til í þessu að Hjöppi vill meina þú er aldrei að segja allan daginn. Þannig til dæmis, bara hvor er betri hljómsveit, Sálin eða Nýdönsk? Sálin allan daginn. Hann vil meina allan daginn sitt og eitt og það eru bara að lúða sig allan daginn. En við höfum nú aldrei notað þetta. Nei, það er ykkur að hlusta sem eru að nota þetta. Hætti að segja allan daginn. Allan daginn, maður. Ég hef samt alveg sagt þetta. Veist það, nú ég fæ svona, maður samt svitnar á bakinu, ég fæ svona aulaflott út allan daginn. Færðu það? Nei, þetta er klata. Já, við erum bara að reyna að hjálpa og Hjöpp er alltaf með puttan á púlsinum, þannig að hætti að segja allan daginn. En við erum með geggjan þátt fyrir ykkur í dag. Kæru hlustendur, sko, það er dagskráraliðurinn hversu graður í sólu hólm. En það var svona vesen í dag að þú reyndar vilt meina að þú hefði leist það. Fólk heyri það bara betur. Já, ég menna, veist, sko, út af því að ég var ángríns, aldrei fikk ég mikið skilabóðum frá crazy fans og lagamönnum og baðvörðum og hver er munurinn á fans og crazy fans? Baðvörðum, voru baðvörðum? Nei, það er alls konar leið að senda með skilabóð. Ég fá skilabóð á CEOs, bara leið sem sko, geti keypt sín og kveikt í því, það myndi vilja það. Já, og það er ríka vinni þarna sem er að senda bara hvað er að frétta af sól og hól. Ég líka ekki lagergómana það var ekki eitt baðvörðina og allir spurði mig hvernig er sóli þegar ég spá að gera eitthvað um helgina. Eru baðverður að senda það mikið? Já, það er bara ekki fræðilega. Ég held að það sé bara út á Stóni. Já, Guðfæðurinn er hérna. Það vita hann er hérna sko. Já, auðvitað vita er í sé þetta. En ég er að segja, þú veist, heldur að við trúum því að baðverðir á Íslandi sé að senda þér skilabóð reglulega. Eina sem ég fæði núna er hversu, Gilsi, þarf að vita hvernig sóli er. Ég er spara að fara hérna á Vík helgina. Já. Skilur það? Já. Var það ég? Það er á Vík. Kannski ekki hugsa einhvern allar stað. Ég er að fara á Vík. Já, þú ert að fara á Vík. Já, en sko, við fáum að vita það snemma. Við reynum alltaf að láta fólk vita snemma hvernig helgin verður. Nefn að ná í sóla. Já, svo erum við með nýjasta dagskráralið FM 95 Blöð sem er
líður alltaf pínu hálf illa að segja nafnið á honum, en það alls ekki Dick. Þú tókst annan annan klefa þar. Málega ég held að svona ef við ætlum ekki að missa fólk yfir á bylgjuna, Ég ætla með þeirri hringdi. ef við ætlum að sko finna annan nafn á hann, Við þurfum að finna eitthvað annan nafn. en I'll suck your dick, því að það sem mun gerast þér, við munum missa fólk yfir á bylgjuna. Nei, já, sko málega, ef við missum fólkina ok, og hvað ætla fólk að stilla yfir á bylgjuna? Veit fólk ekki hvað er í gangi þar? Hefurðu heyrt ég fer í fríið? Allt í eigi og því sem er í gangi að henni megin. Ég fer í fríið og Þorgeir Ásvalds. Já, Geggjalag. Já Háða undir hann með spjóti samfélagið. Fólk veit samt alveg bara hvað jammið er hardcore að henni megin. Auðvitað er þetta ekkert að skipti. En málega er að ég tók upp að sökja dig, nýr dagskrárliður og Egill var með mér og við lendum á helviti góðum gæja. Við hringdum upp í Toyota og lendum þar á verkstæðinu og það var maður sem vildi allt fyrir okkur gera. Svo eru við með, kortmyndur frekar og fleiri lið, það er líka How do you do fellow kids? How do you do fellow kids og hver vann síðast? Ég vann, nei það var jafntefli. Það var jafntefli síðast? Já, ég gef mér enga vonir að vinna þetta í dag. Hvað minn, þú sagði það líka síðast, þú varst að verða miklu betri í svona vast. Það er ekki góður í. Ert þú samt ekki yfirleitt favorite? Nei, alls ekki. Svo erum við með spurningakeppni. Gilsar hans, hvað var áttu? King of Booze? King of Booze. Bara hver er the king of booze? Það er nú eitt sem að situr hérna beintir og fram að mig helviti líklegur þar. Já sko, málega er að við erum. Þú hatar ekkert svo bannstendur? Nei, ég gerir það ekki. Nei, getur ekki sagt það í beinni? Nei, ég gerir það ekki. Nei, ég er að segja, þú getur ekki sagt það. Þú getur ekki logið að hlusta þetta með það. Það er alltaf gang á mig. En við erum samt sikið saman að það. Við erum nú yfirleitt svona einhvern veginn í ruglunum saman. En málega það, ég er náttúrulega, með grunar að Egill sé að fara að keyra á, ég er náttúrulega var í fertu samanlöndaginn. Já, varst þetta pínu til skammar þar? Nei, já það. Það er nýja fréttir. Ég lendi í Blackout. Þetta er 50-50 keppni. Þess að þjóðin veit, það elskir þið félag að fá okkur. Og þetta er bara álur keppni. Er þetta alveg 50-50, viltu meina það? Ég vil ekki fara að keyra í helvítis flöskuborðinu. Nú verð ég að segja, ég fekk sent. Við hlustum alltaf á our crazy fans eins og þú kallaði á. Það er komið gott af flöskuborðinu. Ég ætla að taka upp hanskapir steinda núna. Ekki vera með hefur flaskað upp í sundlega, því að það er eiginlega bara hægt að vera fyrir. Ég er ekki vissum að verði. Ég er ekki vissum að verði. En svo spurningi byrjuði að deyja hvort þið er. Hvað er það að vera það? King of Booze. Gaurinn var bara með flösku að spreyja á allan í vekkars. Gaurinn var bara með flösku að spreyja á allan í vekkars. Ég er ekkert hissa að það kemur sko. Þú ætti að dundra mér þetta strættu. Þú varst með mér. Við vorum þetta feelingur sem var verður. Hvað? Ég finna bara. Hvað? Eru þið búin að rotta ykkur saman eða? Nei, ég sverða, ég er búin að byggja Egilum að slaka hans á flöskuborðinu í sundleginu. Já, þú er bara, gaurinn var bara splæsand allan í lögin. Nei, mannst ekki, þú hristir hann og varst eitthvað að spreyja á lið. Nei, gerði það ekki. Sko, ég er bara með 10 spurningar, svo random spurningar, og hver er King of Booze? Ekki tuði mér fyrir spurningarnar, answer the goddamn questions. Hvað meinar, þú semur? Og málið er að síðan fæ ég að winner. Og svo sem vinnur er the king of the goddamn booze. Þetta er flókið? Ja, þetta er ekki flókið, en vill maður vera king of booze? Það er svona spurning. Viltu það? Viltu ekki vera king of booze? Nei, alls ekki. Það er alveg titill. Sveið með það. Það er viðbjörslega titill. En við erum í gýr, vonandi eru þið í gýr. Kæru hlustendur, það er sturlu spá á morgun líka. Ég held, er ekki allir, ég var til að fá myndir sendar á Instagram hvar fólk er að hlusta og það er öðruglega flottur með eitt kaldan. Sólið með stampínur þó. Og ég vil ekki vera leðilegur, en það er eins og það séu bara svona 10 kastar á þróttaramerkjunu. Það er séð upp í sólinn er rosaleg og það er svo þróttaramerki sem er sér sól á sig. Ég ætla ekki að vera að flækja fyrsta lag dagsins í dag. Þetta er lag sem við byrjum þáttinn ofta núna. Það er sem það þýðir. Það er gamlega góði Serbin maður. Hlaðvarp FM 95 Blö. Við höfum byrjað á þessu lagi áður og örugglega eftir að gera aftur. Það er Bubbi Mortens Serbin. Hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Og það styttist í slúðurinn. Ég ætla að nýta tækifærið og minna á að það var að koma trailerinn á vísir.is. Það er fyrsti trailerinn úr Júrugarðinum sem byrjar núna bara í september. Já, þannig endilega fara inn á vísi, tjekkið á honum og ef þið er í stuði þá með ég læka og deila. Okkur þykir vænt þessa. Já, þetta er hún er geggjuð. Og trailerinn er flottur. Við erum búin að sjá fyrstu 5 þættina og þeir eru sturlaðir. Já, við erum bara að hæpa þetta upp og vonandi verður engin brálaði sko. Nei, fjandina. Ég held að sé veistla á leiðinni en það var ekkert allir sátu kannski. Herðu, ertu að fara í slúrið það? Já. Ertu að fara að nota, sko, segðu mér og þetta var að byrja mólan sem við sendir í gerð.
Nei, því að þetta er ekki neitt sem þú varst að senda ekki Þetta er þetta ekki neitt, Nei. þetta er stórmál Nei, Jú, þetta þetta tala með Bieber með Justin Bieber Já, ég hef sagt einhver áður, hann fæ sér alveg bjór Það voru svona 30 aðdáðendur þáttarins sem sendu mér bara screenshot af þessu Ok, sett, hann var þurr Justin Nei, Bieber byrju, hefur hann eitthvað talað um að sé þurr Ég hef séð hann fá sér Guys. Bud Light yfir einhverjum ísokkileik og Guys. eitthvað, ég skil þetta ekki sko. Justin Bieber er að drekka bjór Já, og Hann var hvað er að því? Hann fekk sér tussu kaldan bara í fyrradag Og hvað er að því? Hvað er að því? Já. En það, ég er að segja Þegar að fjalla um það? Nei, ég er að segja að það þýðir að hann er á leiðin á dæluna 100% Af hverju? Af hverju? Já. Æ, guys, þeir eru svo leiðilega maður Nei, ég bara skil ekki okkur þetta slúður Þetta er að hvergi á neinum miðlum hann fekk sér bjór Hann setti þetta inn á Instagram sjálfu sko Ég veit að þegar miðlandir eru sleeping on this Maður segja þér Ég er fann að halda þú að giska á eitthvað tvent þarna Eitthvað tvent, ég var Egil, En já, bakkar ég meina, upp á hann er, 10 sko, við verðum eiginlega að viðurkenna Hann er the overcall Nei, samt ekki Ég held að þú sett búin að peppa þannig að hann heldur núna að það sé allt rétt hjá hann sko. Skiptir engum máli hvað hann segir Hann hittir naglan á höfuð Hann Já, sagði þetta En byrja okkur er slúður hann að fikk sér bjór Bieber myndi bara fá sér fljótlega Og það liði alltaf 2 vikur og postaði mynda sem bjór Ég veit að, ég var búin að segja þetta Málið er það, að því, ok Við erum allir sammála því að Bieberinn, hann var í Sko, ég ætla bara að segja þér að Við höldum allir með Bieber Ég fann að halda að þú gerir þannig að blekki Jú, ég gerði það, en málið er það Hann var í harðri neyslu Hann er reynda viðurkennt það Já, það er staðfest Hann var að fá sig jæjó, hann var að partíja vel Hann let snjóa snemma Og þannig er staðan Gerði Núna er hann komin í bjórin Og það, sko, ok, guys Þekkiði einhvern Vitið einhvern í kringum ykkur Sem er hættur í rugli En getur verið í bjórnum Þetta meikar ekki sens Gefur það Þetta meikar ekki sens Nei, það er kannski ágættispunktur Að vera retired from Þó, sko, Yeo Óreglu og En er bara komin í bjórin Ef þú ert komin í eitthvað hakk eins og hann var í Og hann fór hann ekki í meðferð Ég held að bara hann ekki verið með það Ég held að hann bara frelsast Já, hann frelsaðist eitthvað og sagði bara ég var komin í kjaftaði sko Og svo getur hann núna bara verið að drekka bjórin Ég er búin að kalla þetta svo lengi Og ég vissi þetta Hann á leiðin í dæluna aftur Því miður Og þá Sko, væri þetta ekki bara hættulegt ef hann væri búin að taka öll spórin og hefði farið í meðferð eins og núna, hann kannski treysti sig til að fá sér bjór og það er ekki jafn mikið álag á honum, hann er ekki að túrum allan heim eins og hann var að gera, hann var náttúrulega bara orðin þunglindugreið. Það er enginn in the sky sem er að fara að bjarga þessu. Nú er hann bara hamingjusamlega giftur, hann er með Jay-Z á hægri og Hailey Bieber á vinstri, ég er hann ekki alveg fengist þér eitt kaldan sko. Já, ég menna málega sko, ef Jay-Z er að bjarga sko einhverju góðu Yeo-partíi, þá er hann alveg góður. En það er bara ekki þannig. Egil, ég þarf þinn punkt á þetta. Finnst þið skrítið hans að fá sér bjór? Já, þú veist, miðað við þessu stendi sá daginn að væri hætt og var búin að þurrka sig. Var hann einhvern veginn búin að þurrka sig? Já, þá væri þetta öllum fjölnum. Það stendi að vera að mata okkur með manure. Ég held það nefnilega. Það er bara, veist, vera að minka þessu ruglið. Ég held að það sé akkurat það sem hann hefði sagt sko. Leið út farin í gott Yeo, alvöru Yeo, byrjar að sprauta því í hælinn og komin í plástrana og svo ertu basically núna bara svona, herru, ég er bara hættu því og ég er bara í bjórnum. Þetta gengur ekki upp. Þetta er dæmi sem gengur ekki upp. En ég er samt með alvöru slúður sem er verið að fjalla út í heimi sko, það er ekki bara eitthvað svona bull sem þú ert með. Jamie Spears, veitu hvað það er? Nei. Hvað hann þetta ekki ská? Sýstir Britney Spears. Nei, pappinar. Pappi Britney. En það gett hvað hann áldi. Það var rosalega. Hvað var nálætti? Það var Spears í nafninu sko. Þetta var ekki gott. Þú myndir ekki fá rétt fyrir þetta í Besserwisser sko. Jamie Spears. Já, og hann sagði bróður, hann var pappi. Nei, hann sagði systir. En það er nefnilega búið að vera í gangi í langan tíma. Free Britney Spears, svona hashtag. Því að hún er ekki sjálfráðagreið. En hún tapaði sér hérna á tímabili. Já, og er hún ekki ennþá sjálfur? Nei, og hún vil nú meina að hún sé orðin góð og vil bara taka yfir sínu eigi lífi og fjármunum öðru. Já, fyrir maður nú, já. Og fór í eitthvað mál og pappinar vann á og mun halda áfram að vera lögráðamaður dóttur sinnar. Þannig að Free Britney Spears er ekki að gerast. Nei, og en sko málið er að og hún vil ekki hafa hann við stjórnvölinn sko. Nei, ég meina auðvitað ekki. Ég meina sko ég held að sama hversu sturlar út orðin þá viltu aldrei að einhver stjórni þér. En ég held samt hún að vera sáttu á sínum tíma sko. Málið er að Steindi sagði okkur daginn í trúnaði með og þegar blöðan
Hann sagði við okkur, ég hef aldrei hreist mér mikið einu myndbæti þessu uppsettir að gera með Britney Spears þegar var í rauð á gallanum, mástu Mér finnst svo fyndið að þegar þú segir eitthvað svona og ætlar að vera að fyndin mér líður smá eins og þú sért bara að tala fyrir sjálfa mér líður eins og þú sért bara Þér fannst þetta, já, hún maður fundist þetta það sexy bynda annars væri ekki að hendis á mig Það er fínt vídeo, ekkert eitthvað meira það þú skrítir á svipin, þú roðurnar alltaf En upp á slæði mitt með Britney Spears ég hef sagt það of ofta í þessum þætti en það var I was born to make you happy það var aldrei það vinsælsamt Já, en svo verðum við að spá í, sko erum við að tala um að hún sko hún vill fá sitt eigið hún vill verða sjálfráða Já Hún að berjast fyrir því og hún bara sem ömulegt að segja greið að berjast fyrir Hún segir ekki pappa sín og segir pappi mattari Já, hætti nú svo ég og viðbjörnstali hérna Já, bara hún geti notað peningi sín sko Basically er þetta að segja ef hún myndi vilja að þá þurfti hún að byggja pappa sinni mann sko Nei, heldur spes sko Nei, hún þurfti ekki að byggja Haldið að pappina sé með hann í ól bara Hann ekki að labba með hann eins og leikskólakrakka sko Hún vil bara geta stjórna sín megin fjármálum öðru Hvernig virkar þetta? Það er svo leiðileg stund Var það þegar hún raka á sér hárið og það tíðanbíl Já, minna hún var En það er orðið mörg á síðan Jú, hún var í overdrive, hún fór yfir og hún raka á sér hárið En svo er það gerst hjá öllum þessu stjörnum En ekki 20 ár síðan? Jó, ég ætla að stoppa það En það hefur samt gerst hjá öllum þessu stjörnum Britney var ung þegar hún raka á sér hárið Hún hefur verið svona 23 eitthvað Hún reyndar ekki, hún náttúrulega byrja sem barnastjarna En hjá öllum, ég var að lesa þetta Allir svona krakka celebrities bara sem að slá í gegn á ungum aldri Foreldur þeirra skilja í 95% tilfella Af því að það er rifist peningi sem krakkin er að þjána Og það bara breytir öllu á heimilinu Og þannig að hún ég held að pappina bara Sjóðum helviti gráður og vilji bara stjórna þessu Já, ég veit ekki Og þess vegna kom með þetta hashtag Free Britney Herru, svo er það í restina Það er Kim Kardashian, hún gerir núna allt í sínu valdi til þess að bjarga hjónabandi hennar og Kanye West Og hún er búin að fyrirgefa honum þar sem hann var að setja þetta á Twitter Tala illa bæði sig og móður sinni og annað Mér finnst þetta dæmi náttúrulega bara sorglegt Já, en þau eiga náttúrulega 4 börn saman og eitthvað Nei, bara því að hann er náttúrulega með hérna Bipolar Geðhvarsíki Eða ekki íslensku, bipolar Nei, hvað er þýðingin? Geðhvarsíki Og málega það Ímyndaði bara ef ykkur fjölskylda hérna upp í Árbæ var að díla við þetta Þá væru þau bara í því En heimurinn er að fylgjast með þessu og þau eiga 4 börn og þetta er ógeðslega sorglegt dót sko og líka náttúrulega þetta við Britney en ég er að segja þetta er bara svo sorglegir mólar Já, ég ætla að reyna að vera með hans jákværi móla En hættur við að vera president? Ég veit ekki hvernig staðan er á því Ég myndi peppalega að Kim Kardashian væri first lady sko Já, myndi aldrei vinna Það væri rosalega Ég myndi alltaf peppa Kanye í hvað sem hann gerir en málega Hvað það gerir því að Kim Kardashian er first lady? Það væri skrítið In the White House Það væri rosalega Þau eru nú ekkert mikið skrítan en staðan er núna Það er þetta góða punktur Þetta var slúðupakki dagsins Við ætlum að fá upplýsingar af Sól og Hólm hér eftir smá stund en við skuldum auglýsingar Hlaðvar FM 95 Blö Herru, við vorum að fá sendingu hérna og bara við ætlum að þakka fyrir hana Við vorum að fá 9 landsliðstreyðuna sendar hérna upp í stúdíó Það eru geggjar Það eru helviti flottar Já, og bara við ætlum að plugga það er hægt að kaupa 9 landsliðstreyðuna á fyririsland.is Ég er mikill Puma maður Ég er mikill lottómaður líka Já, þetta eru bara geggjaða treyjur En er þetta ekki svona þetta dry fit koncept eða ekki? Jó, bara mjög flottar Þannig að býta þess með farið þetta stendi Já En þú veist, hvað varðum ég grjótharður lottómaður Muni eftir lottó? Já, það var bara Ía sem var í lottó Já, góð rúleit var í lottó Já Ég ætla að starta umbóðinu Já, taktu að bara ég held að það sé ekki derfitt að fá það aftur held ég, svo með það En við ætlum að fara áður fyrir mig í Sól og Hólm í hvort munduru frekar Náður á Sól og Hólm Það fá kannski bara að vita það eftir Það kemur bara ljósa eftir En máli, ég veit að maður ekki að liða að býða Ég veit að Við verðum að koma með þetta fyrir setna Mikið af fólki sem er bara heima búið að pack their shit og er að býja eftir að komast út á land eða bara vera heima Þú heldur þetta sjórið þannig bara hjá landanum að
hann neitar ákveða hvað hann ætlar að gera helgina fyrir hann veit hvernig hann verður. Segjum að maður bara þristur að fjarki. Og hvað gerir maður þá? Það er ekki að ferðast neitt. Nei, hvað gerir maður þá? Bara heima. Heima í fóstur bara. Já. Þannig að það er gott að sko, það er mikið leið að bíða heima, bara búið að pakka og allt klárt, þannig að fyrir ég myndi fljótlega. Ok, við byrjum á kortmyndur frekar, tökum það undan. Eru þið tilbúinir? Klárir. Ég er með það í dag og það eru 3 spurningar eins og alltaf. Fyrsta spurning, þetta er, ég var nú ekkert búin að reikinina skrýtna sígaretu eða neitt, en þetta kom eftir ég talaði við Bjöllin og fekk ég þessu hugmyndi. Hotshot actor. Já, Hotshot actor, og það er að koma bíómynd sem að hann og Hilmisnær og Píanúr, allir kallmenn hattar konur leika í, og mér fannst svona fyndin pælingin í myndinni og þaðan kemur þessi spurning. Okay. Ef þið yrðu að velja að vera ef þið yrðu að vera hálfkind, hvort myndið þið velja efri eða neðri búkina henni? Ég er bara að heyra á þessar mynd. Hún er að koma út núna. Já. En ég ætla að taka það fram að ef þið eru með efri búkin af kind, þá talið samt alveg eins og þið talið í dag, og þið getið vust þannig að það er bara kindar haus að tala sko. En ef að ég er neðri búkurinn, labba ég samt á 2 uppréttum, eða ég er ekkert á 4 fótum eða nokkuð. Þá ertu á 4, jú. Það er með næri það. Já, það þetta var á 4 sko. En þá ertu samt með andlitið þitt og þá ertu þetta að fjölskelda myndi sakna meiri. Nei, fyrir ástatíð ég er á 4. Ég hér. Það er eitthvað þreytt shit. Er það bara ástatíð sem er að baka þig? Ég myndi ekki nenni að mæta það til þess, ég veit að það er á 4 þar sko. Nei, svona eins og dóttin, þá myndi hún allavega sjá að var ekki verra fyrir dóttin að vera með kinda andlit? En pappin sem skriðan út allt. Já. Nei, sko, ég held þú ætlaði að gefa okkur upprétt bara hófana. Bara hófar. Var þetta þá létt eða? Hófar og kinnfærin. Nei, ég ætla að hafa að þið verða að vera á 4. Já, sko, þá ertu með bara lamba til það, sko. Já, er ekki verra að missa andlitið? Er það ekki vestið? Hlustundur F957 voru að heyri í fyrsta skipti. Þau blust á stöðinni 20 ár. Lambatilli. Aldrei í sögu F957. Við erum alltaf að brjóta blaðið hérna. Lambatilli komið. Já, við vorum að brjóta blaðið. Ekki það að hræða þig. Ákveður þetta alltaf að hugsa bara þetta? Nei, þú veist, af því að þú ætlar að fara, segjum ætlar að sofa á konunni og þú ert með ógeðslegt lamba. Þú veist að rollu sofa hjá, sko. Já, en hefur þið séð til hann á lambi? Nei. Ekki, ég eiginlega heldur. Talar eins og við séð það eins og oft. Ég gefur mér bara að sé ógeðslegt. Er það ekki? Varstu að vinna á farm hóst yngri eða? Nei. Ég veit ekki. Ok, ef það hjálpar eitthvað, þá máttu halda tippinu þínu. Já. Og það verðist vera eina sem er að bögga því steindi. Þannig að þið eru á 4, haldið tippinu ykkar, þannig að þetta verður hans léttar að vera steinda. Hvað veljið þið þá? Skrítið það sé eina sem er að bögga það hvort þú fáið tippinu á rollu. Hann verður með neðri skrokk af kind, en penisinn sinn, andliti sitt og his upper body. Og málega líka, hann er líka með sexy upper body. Ég er rosa stendi, þú erum geggjað. Ég er nefnilega með góð. Ég held þetta að vera allt og steikt spurningum. Mér finnst það neila bara góð. En sann sko, þegar kindur með góð læg, ég held að stendi til 2:30 í hnepu, hann er komið með neðri skrokk af kind og en samt út að labba. Nei, getur ekki neitt. Nei. Hvert veljið? Hvort veljið fyrir ekki? Í alvörunni? Það ætlar að labba þá bara, ok, hvernig ætlar að vera í sjónvarpinu og það er ekki eins og andlitið á þér? Nei, það er bara einhver kind að tala. Já, ég er nú ekkert í Gætir þetta verið í útvarpi? Ég er ekkert í sjónvarpi út af andlitinu. Ég er nú bara svona skemmtilegur strákur. Já, það væri helvít erfitt að fá ný hlutverk. Þú er alltaf tæpkastaðar. Þú ert með bara það er ég að fá kindina. Það er bara kindastrákurinn. Þannig þú velið það? Nei, ég vel læri búkin. Þess að þannig spurning sko, liggum við sko ringi í kös og byggðum landári svar þessari spurningu sko. Það er mjög erfið spurning. Er það hægt að henda kös undir rútinu eins og þetta? Við fórum báður í blackout ef við drukkum landa. Nei, ekkert báðir. Jú, Egill fór líka. Sko, þetta er alltaf hræðileg spurning og þá vantarlega búin að vera, ég þekki ég rétt búin að keyra eina Marihuana sígarettu. Nei, ég var að segja, ég var ekki búin að gera neitt slíkt. Þetta var eftir ég talaði við Bjöllin. Hann er að leika í mynd þar sem að krakkin er hálf kind. Þú hefði keyrt í eina rauða skúringa þetta, það er alveg 100%. Þetta er alltaf neðri partur. Já, ég ætla að vera með andlitið og þú veist andlitið þitt? Já, nei, þið voru með Sigur svari? Nei, ég breytti. Þú breyttir? Já, þú sagði bara að ég væri eitthvað kindastrákur. Okay. Þá er það næsta. Hvort myndið þið frekar vilja vera alltaf graður og reiður eða alltaf graður og leiður þegar þið verið graðir? Graður og reiður? Graður og leiður? Hversu vont er það?
Hvað, við graður og grátandi heima graður? En Steindi vildi meina að vera versta sem hann heilt sig að vera graður og reyður Ég á nokkra vini sem eru mjög graðir og mjög reyðir. Það er bara, þeir eru búin að master the art. Og Jókunni Geirdalega svona fyrsta nafni sem poppar þar upp. Og sko, en ég hef aldrei séð sexy gæja graðan og leiðan. Steindi ætlaði samt að velja það, ég heyrði það eiginlega á hann. Nei, ég sko, þú veist, þetta er hræðilega. Gangið vel á gólfinu á B5, graður og leiður. Á B5, hvað? Ákvæður þetta Steindi verið á gólfinu á B5? Erum við ekki allir gift? Hann oft verið þar. Já, erum við ekki allir gift? Steindi elskar B5. Já, en hann hefur ekkert verið graður og Steindi reyður. verið a gazillion times á B5. Já, ég er eitthvað oftur á B5, en ég hef aldrei verið graður og reyður. Nei, ég held ég aldrei séð graðan og reyðan. En sko, málega er að mér finnst persónulega, ef ég á verið alveg reynskilin, það finnst mér graður og reyður hljóma 1000 sinnum verra en graður og leiður. Er það sant? Já, því að Það verður alltaf leiður fyrir út graðið, þannig Af því að að þú basically skammast þín fyrir það. Já, sko, mér finnst þú eiginlega bara að vera í einhverju hættulegu standi graður og reyður. Þá ertu bara kýlandi frá þér og þú bara brjálar og gólfinu ógislega reyður og þeir og bara graður. Nei, málega því ég sé mína félaga sem eru graður og reyður, þeir eru ekki óbeldisniður, alls ekki. Já, Þeir bara ok, það er dansa, þeir dansa svona örgar og snöggar hreyfingar. Byrja að dansa Reiðan svolítið svip hratt. og af og til gefa mönnum fuglin. Og svona sem er svona bara algjörlega upp á þörfu og sömur er til að skalla svona setja enni í bringuna á þér svona. Hvernig er fuglinn? Þessi? Hvað er fuglinn? Það er fokkjumir. Já, fokkjum. Já, þetta er engin Flip the bird, Steindi. Það er Þú engin- ert það er engin stundum eins og sér 5 árum eftir hérna. Ef þú ert graður og reyður, þá áttu ekki óbyrðisniður. Þú ert bara svona, graður og leiður, þá áttu bara að setja út í hotni á biffarum. Já, graður. Akkur alltaf Grátandi. biffin. Við erum fertuðið, sko. Það stendur að elska biffan og ég er bara Hann gerði það reyndar á sínum tíma. Herru, síðasta var eiginlega ekkert jafn skemmtileg og... Hvað völdu við báðið þetta þá? Nei, hvað viljið þú? Egil sagði bara Það strax. er graður og leiður. Ég held ég velja bara sama hann. Graður og reyður. Já, Þú ert frekar að vera það. Ég er búin að Ég útskýra held fyrir hún á konseptið. Já, þú veist, ég held að graður reyður væri bara frekar svona einhvern veginn tölvört ógisleira. Minna, Jóngur geta ekki óbyrðismaður, Nei, sko. en að vera Þú veist að bara fá SMS eftir smá stund, sko. En að vera að gefa einhverja fokkjuputta og skalla vinni sinni í bringuna, það er allt í lagi. En hefur einhvern tíma verið graður og leiður, Steindi? Nei, það er svo skritin blanda. Já, það er basically þá bara ekkert að ganga hjá þér. Nei, En þú það- ert samt graður. Já, þú ert ógislega graður og svo ert ógislega leiður, bara grátandi ykkur staðar. Það er rosalega vont aðrið, sko. Það var mjög sorglegt, sko. Ég vona að sé það er bara enginn. Nei. Jú, enginn. Sem ekki að single gæðin sem eru graður og leiðir heima, sko. Ekki leiðir. Hvað þá? Þú veist, jú, kannski. Já, það er síðasta. Hvort myndi frekar vilja fá 3 öruga mánuði á ári á Íslandi, nákvæmlega eins og dagurinn í dag. 17 stegi hitt og sól. Já, ég tek það. Bara ég þarf ekki að heyra hinn varmulegan. Eða fá 2 milljónir aukalega á bankabókar einustu mánaðamót. Reyndar þetta. Helviti, góð spurning. 2 God damn it, milljónir. God. Já. Á mánuði? Já. Yfir árs period? Já. Ég myndi taka það. Er það? Já. Frekar en að vera alltaf svona. Já, ég myndi frekar taka 2 Í alvörinni, ég held að myndi velja sólunum Nei, maður. bara- Allan ásins kring. Já. Já, en 3 mánuði svona, þú þarft ekki að fara bara til útland. Þú basically segir bara, heyrðu, þú fær 24 milljónir inn á bankabók. Ég get farið bara Ok, 6 milljón ári. Ég hef getað farið 6 til útlanda bara. Milljón ári, ég tekið þetta tilbaka. Milljón. Og þá eftir að borga skattaði. 500.000. Wow. Þú kerrir þetta vel niður. Þetta grínast. Ég misti þetta aðeins fyrir að mér þarna. En herðu, þetta lag hefur ekki komið í langan En tíma. það er ekki eins og að fá svör. Ég nenni því ekki. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það er hárétt að Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færi ykkur FM 95 Blö. Og já, talandum Túborg Léttöl, var ekki mamma henn að senda þér, hún Ester, vinkona mín, og hún var á leiðin í pottinum í bústað með ískaldan Túborg. Jó, Það hlusta okkur strákuna. Ég mynda pottinum og það er 19 gráður og já, sun is shining. Já, ég sendi bara stuðkveður og Ester. Hvað er eina pappin ekki með henn í pottinum? eða? Nú lítur á leiðin í pottin. Þetta er í Grímsnesinu hana og þetta lítur helviti vel út. Já, þetta er kósí. Ertu á Það er leiðinni líka þangað, bara sagði? blár heiminn, menn það er sunshine um all land nema á Eiðstöðum, sko. Já, ég ætla- Einu gæðin sem er the shooter er money sim. Já, og sko, ég ætla að nota hérna bara tækifærið og peppa meira því að ég veit að C.Joe, hann verður ekki pirraðar úti með Keiluhöllin er að sponsa F95 Blöð en ég ætla eiginlega að peppa útisvæðið á fabrikunni í Kringlunni. Kringlunni, já. Við sátum þar á hann og það er geggjað að sitja Sko, það var glampandi steikjandi sól. hiti. Já,
Þannig að ef þið eitthvað stær í kringu kringluna ætlaði að fá ykkur eitthvað gott að borða eða einn ískaldan, þá myndi ég fara á fabrikunni í kringlun. Það var basically þryggjast á að tala það. Já. Og líka að fólk vil gera hambúrgar sem köttvænan og gera bara svo og skeri. Það var eitthvað voða skrítið sem gerði það. Doppul kjöt, ribbakjöt, doppul og mínus brauð. Vel gert. Þetta var eitthvað alveg gerðið Ekki vesinn að sé Joe. Þú getur verið með svona sérþarir og það er ekki töð. Það er ekkert að kenna sé Joe þetta, sko. Það er ekki ekkert. En það er hins vegar komið að dagskráralið sem að margir bíða eftir því að eiginlega meina að fólk sé ekki búið að ákveða hvað ætlar að gera helgina fyrir að heyri hvernig helgin verður. Við sko nefnum að segja hvernig, ég ætla að útskipta fyrir hvernig staðan er. Fólk er með útidöðuhörðina að opna. Já. En væri ekki allir færðin af því að það er svo gott viður? Nei, alls ekki. Því að þú tekur ekki sensin á þig, sko. Það er Ísland, sko. Getur verið fellibylur á morgun. Og málið er að fólk er svona með annað fótinn inni, annað fótinn úti. Að bíða eftir. Og menn er svona að segja, ertu með kveikt út af funnu? Og fólk er að bíða bara, hvernig er sóli? Og þú veist, og fólk er að bíða. Ég held að svona allt yfir 6 gott frí framöndan. Þannig að við erum að miða við 6 en ekki 5. En ég get ekki lofa því, ég veit ekki hvernig staðan er, sko. Þetta getur verið tvistur, þristur og það er ekkert að kenna meira með helgi nónit. Nei, það er bara hægt að kenna sólum það vill Egill meina, ég tek eiginlega enga ábyrgð á sem dagskrárlið en verður ekki að spila trailerinn fyrst að liðurinn að byrja. Já, ég bjóð hann til. Já, ég geður það, það er ekkert mikið eftir aðanum en ég skal gefa þér hann alveg í dag. Thank you. Hérna kemur það. Are Icelanders gonna have a good weekend or a bad one? That is all down to just one man. 12 Hólm þarna í lokin en þetta er nú ekki live núna, við tjekkuðum á Sóla fyrir í dag og við skulum bara heyra hvernig helgin verður og hér kemur ég veit ekki hvað ég kalla þetta símtalið. Jú, það var símtalið í byrjun, tjekkum á þessu. Tjóðu vonaði að vera góð þar. Já, finnst það geggja veður. Það er ekki það sem ég hræðist. Ég held að hann sé alveg góður, sko, en Ég væri til í álfur og helgi. Já, það er það sem ég var ágjörða og ég fann að grunna núna eins og heyrist líka bara. Ég held að hann sé ekkert að fara að svara þér aftur. Ég veist ekki að hann svara strax. Það er alltaf að fara að svara. Nei, þú heyrið það. Hvað gefist þið upp eftir marga svona? Það er brjála að gera hann. Gefum þessu aðeins jens, hann gæti verið í stóraðgerðin á baði eða? Þú ætti að ringja venjulegt símtal, hvað gefur þið marga svona? Sko með eitthvað gott viður, þá er hann á baki núna. Bara til að vera hreinskilinn. Hörðu, hann er ekki að svara. Kannski bara Þetta er það sem ég grunnaði, þessi liður gæti verið að deyja bara fyrir framann okkur, sko, því að hann hefur ekki húma fyrir, ég var á SMS. Frá Sóla. Bara strax? Já, bara poppa upp. Það segir hérna að sjá, frábært að heyra í þér Gilsi. Gat ekki svarað, ég er á smá fundi. Það er það sturlu spá helgina að ég ætla að kalla mig Spóla Hólm alla helgina. Ég sagði því ég mætti á þennan viðskiptafundi að með rétt á hann. Sælir, Spóli heiti ég. Og ég er með frábæra frétti fyrir Íslendinga. Ég er 9,5. Og sér segir hann hamingju Ísland, kærleiks kveðja Spóli Hólm. Hvað gott að hann var að senda SMS. Eftir að segja mér hann hafi kynnt sig sem Spóli á okkur viðskiptafundi. Já, hann sagði það, fundi. Bara sætli hittu Spóli. Ég vil ekki vera eðilgerðið fyrir I have to call bullshit. Hvernig kann hann skrifa þessa ritgerð? Var hann bara að skrifa þetta alltaf meðan hann svaraði ekki? Nei, sko maður sem er gæst. Eftir fyrsta hringingin, þá hefur hann svæpað upp, síminn hefur hringin í background, hann er byrjað að skrifa SMS-ið, leiður hringingin hætti, búm, enter. Já, það er ekki fyrsta SMS-ið er Spóli sendi. Hann er 9,5, hvað þýðir þetta fyrir þjóðina? Sturluð helgi. Þetta þýðir hann getið fara á HM í SMS-sendingum. Það er ekki keft í þessu það. Getið eðalega snöggur. Ef hann er 9,5 þá er gott að vera bara eitthvað besta. Já, það er náttúrulega sturluð spá, þessna er hann svo miklu um gýr. Já, nú er ég bara að fara að rífa upp síman og redda mér eitthvað svona fellihís eða eitthvað. Hvað þetta er alveg helgi, sko. Hvað er það að fara? Ég veit ekki, ég er að spáði að fara hringin út af þessu. Ég er sko
En þetta getur ekki alltaf verið svona Egill, ekki það, ég dyrka hennar lið þegar ég bara hálf vorkinni er sóla ef að maðurinn neitar að svara þá getur þú ekki alltaf verið að búa til svörilars. Nei, menn hann er sendað með SMS alltaf daginn. Ok Herðu, þetta var 9,5 þannig að það er rosa Helgi fyrir ámynda Hlaðvarp FM 95 Blöð. Helvítisnetan Stjörnunnar, Okkar maður Geggjaður, já Skiptir engum máli hvað hann gerir Það er So many hits. alltaf gott Já. Hann er farin að vera með frikka í þessu So many hits Já, þetta tekur smá tíma en hann er að detta áka Já, bara 100%. Er ekki frikki ennþá most hit machine samt? Já, það var nú bara gaman að bera þetta saman Já. Þetta er so many hits hjá hitunum líka En það er eins og að koma að dagskalið núna sem að, já, það er nú alveg hægt að tengja við netuna, hann er vinsæll í unga fólkinu og Já. þessi dagskalið heitir How do you do fellow kids? Það er komið að dagskrálinum How do you do fellow kids og ég þóri alltaf að byggja þau trailer Við vorum í trailer Við vorum í löngu En má ég fá næst? Já, heyrðu Já, það er eiginlega svalur að setja Já, þetta hækka aðeins í þessu, höfum þetta svona hátt Þarna, já, þetta er svona unga fólki núna er að trillast Ég segi bara, kæru hlustendur, velkomin í How do you do fellow kids Allar þessar spurningar eru aðsendar Þetta fer allt í gegnum Instagramið og ég er bara sendibóði hér Já, erst þú tilbúin Egill? Ég er bara, já, ég er Á jættefni síðast Sko, ég er tilbúin að láta pakka mig saman. Hættu þess aftan En Egill, þú mátt ekki gleyma því að þú ert búin að vera að standa þessu vel í þessu En ég veit bara ég er að severe underdog. Ég er honum þreyttur á þessu En ég er alltaf að byrjunum. fara að mæta samt og gera hann besta, sko. Já, ok, gerðu það Sjálfsögðu. En svo snýst þetta stundum strákar að vera snöggir á bösserinn Já, rétti bönd Fyrsta spurning, er þið klárir? Já. Við höfum heyrt pause Já. Það þýðir piece of shit Old pause. Við höfum heyrt pause Það þýðir old piece of shit Við höfum heyrt háp pause sem þýðir horny old piece of shit Það er komið nýtt Hvað þýðir F-pause? Auður Blöndal Ég fóru alltaf að segja þetta en er það fat piece of shit? Auður Blöndal Það er hárrétt hjá þér Hvernig gata þetta? Fat piece of shit, það er F-pause og málega það Já. að þessi frasar, þeir eru frekar nýjir held ég að því að pause-frasinn, hann er gaman allt unga fólki þekkir hann svo dettur inn líka okkur að þakka að það fer Því að það var náttúrulega B-pause daginn bald piece of shit Ég hefði geskað hann að fucking piece of shit, sko. En Já. mjög vel gett að blöða að kalla hann að fat piece of shit, sko. Þetta var Thank you. helviti vel gert hjá honum en málega það að við höldum áfram í pausinu Ok önnur spurning að því að En málega sko, blöða mér góður í pósinu, sko. Þú fýttum að fara eitthvað annað fyrir- Já, sko, málega pausið er bara tröllur í öllu og önnur spurning er og ég veit að þetta er notað þetta er ekkert út um allt en þetta er notað í Vinop það er G-O pause G-O-pause G-O pause Go-pause Gambling old piece of shit. Hvað sagði gambling? Gambling so shit Ok, ég var aldrei að segja þetta Og Egill, kom Egill með. stökk á rúðuna hana í Já, stúdíónu ég sko mikil það ná að jafna þetta, strax. Er þetta grínast? Gambling old piece of shit Já, Ok. ég veit. Sko, þú hendur í En fat sko, piece of shit en veistu okkur að ég eiginlega trúi sig ekki Já. Af því að þetta er engin stytting að segja G-O-pause eitthvað Þetta kaupið þetta ekki en til hann ekki með stíð Gambling old piece Bara of shit go-pause. Go-pause Ok En málega það sem er að gerast þetta er að pause er huge Já, en það er orðið helviti skrítið þegar stytting á einhverju er orðið lengra heldur en að segja bara actually hvað hún meinar Bara fýtt punktur En málega pause er orðið huge En Já. svo er náttúrulega núna vinahópar að dreita út nýjum pause Ok Herru, þetta hérna er glæni frasi Já. Glæni frasi, þetta er þriðja spurningin í How do you do fellow kids Þið hafið heyrt frasan emo In my opinion Já, Hann er notað mjög mikið á internetinu Emo. Já, emo, maður sér þetta út um allt, emo En íslenskir úlingar eru mikið að nota frasan Stemo S-T-E-M-O Stemo, það er Auðun Blöndal með svarettir ég sé stupid að nú undan Það er Það mun Ha? Þetta er Þetta segir mér að það sé mannlegur og hann giskaði á vitlu. Thank you, kind sir.
Ok, þetta er ég elska þegar þú kemur ágiskun og drullar. Nú ekki pressa mig. Þetta er fleirtala. Þú getur hugsað Þetta er fleirtala. Stupid. Já, ég segi að þetta er þú veist. Hætt að gefa hún sjensa. Hann var bara að svara. Þetta er fleirtala. Lélegasti spirill í heiminn. Þetta er fleirtala. Þú veist að þetta er mægum. Já, nákvæmlega að gefa hún það. Hann var bara að svara. Þú varst bara svo fljótur að giska. Þetta er fleirtala. Já, þú varst líka bara fljótur. Stay away in my opinion. Segjum tveir in my opinion. Takk fyrir að gefa mig fleirtöluna þetta. Já, ég geti þurft að kæra þetta. Segjum tveir. Nei, þetta er rétt. Ef það er að kæra það, voru að kæra þetta til Stóni. Hann sér þess að geta. Þetta er frá Agnesi. Það er skemmtilegt. Ég fæ ekki oft sendt frá stelpum, en það var stelpa sem sendi þetta. Agnes, takk fyrir það. Má bjóða þér upp á búðing? Býtu, ekki svara strax. Ég ætla að gefa ykkur báðum núna hint. Má bjóða þér upp á búðing og það er verið að tala eitthvað sem tengist kynlífi. Takk fyrir. Auðun Blöndal. Má bjóða þér upp á búðing. Sko, hann rétti upp hönda á hann nanosekund. Já, en svo sé ég eftir því, sko. Má bjóða þér upp á búðing. Já, ég ætla að segja þetta sé bara tótt. Hann sko, þetta er búin að skilta Þegar fólk stilur á bylgjunum. Já, það er að versta sem verður sagt. Það er að versta sem verður sagt. Það er sjálfgæft. Ef hann svarar rétt þá voru að fara í auglýsingar, þannig að klára þetta bara. Þetta er vitlaust. Hann voru að svara þá. Ok, búðingur. Já, hættu að gefa einhver hint. Og þetta tengist þetta sexual intercourse. Nei, já, ég ætla ekki að segja. Ég ætla ekki að gefa þetta upp. Þetta er að töffi. Já. Ok, búðingur. Er það svona, hörðu, hvernig kvöldið? Búðingur er með í kvöld. Þannig að? Já, ég bara. Þetta kemur frá konu. Já, en þú veist, þetta er ok, 2 vinkonur og segja hvernig þetta, ég hef aldrei betri, hvað er ekki þetta kvöld? Það er búðingur á leiðinni. Já, hann getur ekkert sagt þér það. Er þetta eitthvað svona, þippin kynningsvíkil, svo er ekki Þippin kynningsvíkil, Richard. Það er ekki rétt. Það er ekki rétt, það er sem sagt að vera með linan titling. Auðvitað, maður. Það kemur í Ói, þegar þú segir það. Það kemur í veg fyrir Kynlíf, það var búðingur í kvöld. Auðvitað. Hún sendi basically að vera með Ég var nærið því samt. Hún sendi basically Þú ert langgrófastur í þessum þætti og ef eitthvað annars segir eitthvað þá bara stillir þér á bylgjuna. Nei, Steindi var að segja linu titlingur. Það var hræðilegt. Það sem hún var að segja er að þegar einhver býður upp á þetta þá er verið að koma í veg fyrir kynlíf. Þetta er bara dautt. Það er ekkert að fara að gerast hjá þessum gæja. Ok, ég get jafnað. Þú getur jafnað og strákar, anskotin hafi að þetta er fyrstur. Ég lofa ykkur, þið vitið þetta báðir. Nú er ég að segja, ég lofa ykkur, þið vitið þetta báðir. Sá sem er fyrstur réttum hendur, ég ætla að fylgjast með ykkur. Hvað þýðir frasinn Tasty Fox? Auðun Blöndal. Bræðarefur, hárrétt og ég bóttana. Náðu mér í jafnteflið að því lókin. Hvernig vissu þetta? Bræðarefur. Hvað meina þið? Tasty Fox, bragðarefur. Þú ert ekki svona vitlaus. Ég get að hugsa þetta í 2 ár. Ég hef aldrei geskað á bragðarefur. Í alveg tala? Nei, því miður. Ég held að þú væri Þess vegna á ég ekki breyki blöðar. Breyk á jafntefli. Það er 2-2 aftur. Þetta er önnur vikan í röð. Samt hvað var snöggur að hugsa. Þú sagði bragðarefur. Þú varst ennþá að segja rrrr og þá gaf hann. Já, ég sá Tasty Fox og svaraði strax Ég veit að hann var með, hann veit hann hvað þessi úlingar er að hugsa. Hlaðvarp FM 95 Blöð. Vinir, þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Þetta er kollegi minn Jökull og Kaleo. Kollegi? Úr Mósbænum. Þetta er fellow musician. Er Sveppi ennþá að hlusta? Eða er hann mættur í bústæðan og hættur að hlusta? Hann er ennþá að hlusta. Sveppi, ef þú ert ennþá að hlusta, ég ætla að nýtt vídeo að þér á Instagram og taggað okkur. Eða fyndu þið nýja vinnu. Hann var að taka okkur. Já, hann gerði það áðan. Ég bara veit líka komin í bústæðan eða er hann ennþá að hlusta? Það skiptir mig heldig smáleikur. Þetta er Mössum sem að hlusta. Já, Mössum er alltaf að hlusta. Hann er okkar, já, og þú veist að hann var að segja að yngsti strákur sinn sko sem er þig á heilanum. Það er næst yngsti, Bergþór, minn maður. Já, Bergþór. Það skýr þess að. Já, herðu, hérna Bergþór er snillingur sko. Það er komið að glænýjum dagskrálið í FM 95 Blöð. Ekki glænýjum, á síðustu viku. Já, hann er búin að vera einu svona aður. Þá er ekki glænýr. Svona nýjasta. Já, hann er nýr, hann er glænýr. Við þurfum stundum að kenna Steinda. Já, það þurfum að skeina. Þetta er nýjasti dagskráliður FM 95 Blöð. Já, svo nátt árið það. Þeir eru flottir. Sko, hann heitir I Suck Your Dick. Já. Og ég ætla bara að biðja fólk sem er að rúnda þetta með krakkan í bílum að skipta yfir á bylgjuna, tokka og bylgjulestina. Það er enda hardcore party þar, þannig að ég myndi líklegast henda mér á Þetta er nú ekki það gróft samt það. Ég fór að pissa á hann. Ég labbaði fyrir maður bylgjustúdíónu og ég heyrði að tokki var að tala þeir eru líka farið í I Suck Your Dick. Sem er ógeðslega lélegt að þessi að stela okkur. Svo veit ég líka að þeir eru að fara í spurningikeppni tokkans eftir smástund og það er allt bara eitthvað flöskuborð
góða viðbjóð sko. Þessi gæri eru í 24/7 69 bara að inni sko. Staðan þannig, fólk það bara slökk út af Nei, og aldrei hvetið til þess bara smá earmuffs og þetta er ekki það gróft eina sem þú segir í þessu að stökkja dig Já, við Þetta er í erum öllum grínmyndum. Þeir sem hlusta á FNÍ blöð, þeir halda áfram að hlusta. Þetta er ekki menningarþáttur, eru þið tilbúinir? Þeir sem voru að slysast þetta inn, hendið ykkur eitthvað annað. Hendið ykkur á léttbylgjuna. Væru, þú tókst þetta upp fyrir í dag og ekki bara setja í gang eða? Herru, já, þetta er sérstæði byttu, ég ætla aðeins að útskýra. Þetta er glænýr dagskrárliður. Nei, hann var í síðustu viku. Já, þú veist, hann er samt glænýr. Hann er alveg glænýr, hann er alveg glænýr, þú veist, ég minna, Sóli Hólm, græðasti þróttara landsins, það er glænýr dagskrárliður. Þú veist, hann er búin að vera nokkuð sinni, en hann er glænýr og hann er ekki farin í þendur. En veistu hvað ég fatt að, ekki að, sorry, ég skulle grípa fram með fyrir þér, en veistu hvað þetta er leiðilegt fyrir Sóla, af því að systir mín var að spyrja mig daginn, býtu, hvað okkur er hann, hvað græðasti maður á landinu? Já, nei, ekki, hún sagði ekki eins og þróttari. Já. Ég er bara, ég var alltaf eitthvað að horfa á þróttaramerkið og Sóli heldur með þrótt í Reykjavík og þá bara, já, ég heyrði graðast að þróttara landsins í dag og gerði ekki, veist, hvernig þetta escalatast upp í það hans er bara komið sin eigin trailer, er eiginlega óþægilegt. Já, nei, aðalatrið er að þegar Egil sagði þetta og Sóli í fertusamlega segir já, gerir þau mistök og segja allir þetta fyrir töðar. Sóli gerir þau fucking mistök og segja við Egil bara, heyrðu, ég er ekki alveg að fíla þegar þú ert að segja það er vesend. Þá ertu basically að setja olíu á eldin. Já, ertu að segja mér það? Af því að ég hef alveg breytt á því frekar oft hérna á þessum árum. Eins og þú sagðir að þú að kynst konliðinu sem baðvörður. Já, líka bara því að einhvern tíma þótt ykkur stelpa sæti í kringlunni fyrir 20 árum. Við erum þetta alltaf fyrir svo sagast svona skrítin sko. Já, skrítin. Allt einhver að bíum alltaf kringlu Sko, að þér finnir skrítið að þetta kvenfólk einhvers staðar. Það er rosa skrítið. Það kemur bara svo furðulegur átt af því að þú ert langur rugglastur að kemur að þessu. Eitthvað bara að sjá okkur að sæta stelpu í kringlunni bara við ætlum á samkomni. Herru, þegiði, það er komið nýr dagskrárliður þetta, hann er búin að vera eins og aður, hann heitir að Sökjudik og ég ringi í fyrirtæki út í bæ og reyna að fá eitthvað í gegn sem er eiginlega ekki hægt að fá í gegn. Já, sent heim? Nei, ekki Nú, breyttur aðeins. Já, í dag reyndi ég að fá að komast inn á verkstæði með mjög litlum fyrirvara og það var nánast ekki hægt, hann vildi allt. Já, hann er ekki bara heimsending. Málið er það, hann vildi allt fyrir mig gera og þetta var svo góðu gaur. En því miður, hann lendi í þessu og hér kemur símtalið. Hér kemur nýja liðurinn, Sökjudik. Tjekkum á þessu. Verkstæði. Blessaður. Heyrðu, ekki get ég komið með bíl inn í dag og helst bara fyrir 3. Sko við hættum 3:30. Er það hætt 3:30? Já. Hvað þarf að gera fyrir hennar bíla? Þetta er Corolla sko. Já. Og það þarf að gera, stýrisendin er búin að gefa sig hún sko. Já. Við náum því ekki á þeim tíma sko. Í alvörinni? Já. Gerðu það. Hvað það sakja dig sko. Hérna er það sakja dig sko. Og undir stýrisendi segir þú? Já, hann allir rugli sko. Gerðu það. Bítu ég er frá nánari skýringu, allir í rugli. Gleipaði til hann sko, gerðu það. Heyrðu, hvað akkur sé hann sé allir í rugli, það þarf þá í hjólastilla líka á. Já, það þarf að gera allt við hann sko, ég var í göngunum og það stýrisendi gaf sig í göngunum hjá mig sko, þannig að það búið að vera vesen að koma í bæin líka. Já, heyrðu. Það er sakja dig maður. Komdu með bíl, nei ég get ekki lofað þér samt að ég ná að klára hann í dag. Erstu að meina þetta? Að gerðu það, það er sakja dig sko. Nei, ég meina, þú veist, er hann ekki Mörriða mér, Jói, ángrín. Er hann ekki ökufær, ja? Nei, hann er ekki ökufær, sko, getið þið ekki sótt það? Nei. Gerðu það. Það er bara krókur sem að sækja það á. Það er sakja dig maður, gerðu það. Herri, ég hef ekki tækið til þess að sækja, kallið minn. Er þetta ekki bara, hendur við bara bílakerru eða? Já, við erum ekkert með neitt. Ég gleipaði til ekki maður, sakja dig, sko. Þú voru bara að ringja á krók og beða að koma með hann. Jó, gerðu það, náðu ekki græta. Hún sagði mér að þú væri maðurinn sem myndi græja svona, sko. Nei, ég meina, þú veist, ég get ekki stjórnað því þegar starfsmennir... Jó, gerðu það, það er ekki græt nammipóki í þessu dæmi þetta. Ég er bara að tala gleipa náðu, sko. Nei, sko, fyrst er að það að fá bílinn, kallið minn. Já, ég veit að, en getið það ekki sóttan ef hann er rétt þetta fyrir utan? Nei. Það sakja deg maður, Jói. Við getum, heyrðu, þú voru að gera grein fyrir. Já, sakja deg, Jói, gerðu það. Við erum ekki með neitt þess að flytja svona bíl. Það sakja deg, Jói. Heyrðu,
Ringdu bara í krók. Býtu, ekki skella á. Please, ekki skella á. Það er sakja dig, sko, þá býður aðeins lengur. Hangta á línunni fyrir mig, gerðu það, sakja dig. Það er sakja dig. Gerum það sem við getum, en fyrstilega það er að fá bílinn. Já, ok, ég kem bara með hann og svo gerðu það, sakja dig, maður. Ég get ekki lofa. Æjó, það er sakja dig, jóði, ángrís. Ég er búinn að segja það. Sko, við hættum 3:30 að vinna. Já. Og ef að bílinn ekki komið, og ég svo sem veit ekki hvað þetta mikið. Sakja dig, jóði. Hlaðvarp FM 95 Blöð. Herru, þetta kallast Íslandsvinur. David Guetta mætti hérna með einhvern tölvukupp, sett í tölvu í Laugardalshöll, nei, það var í Vodafone-höllinni, Origo-höllinni. Ég hittaði upp fyrir hann. Já, fór svo bara heim með engatóttu. Þú ert nú virtu DJ-ill. Hann vilja margir meina að David Guetta sé lélegasti DJ heimi því hann ger ekki neitt. Sko, ekki það þú getur samt það. Sko, það er ekki að segja, hann gerir góð lög og skemmtileg útvarpslög, en hann er bara live. Af hverju fekk hann svona mikinn skít? Er það bara því að hann setur kuppi og... Nei, allir DJ-ar með hvern og einasti, þó er hann að ljúga því, eru búin að plana setti sín. Það er ekki að fæta upp á svið bara að hörðu hvað lag að spila næst. Og menn er ekkert að skratsa lengur eitthvað. Það er ekkert að gefa Guetta skýta hans eini gæinn sem er búin að plana setti sín. Hann er bara svolítið döll á sviðinu. Hann tók mækin einu sunni hann í höllinni, það mætti hann að segja Reykjavík, how are you? Búið. Það var ekkert að peppa. Það flóki að segja allan á 10 sunnum. Ég held hann að hann hefði mætt í fíluð eitthvað. Nei, þetta var ekki gott. Hann er bara eitthvað feiminn, skilur, og líður illa live. Akkur allir svona lélegir kom til Íslands, ekki allir. Justin Timberlake var geggjaður, en Justin Bieber var með vestu tónleika sem ég séð. David Guetta, ég var í salnum það líka og ég var bara svona voðalust eitthvað. Blóttan voru geggjaður. Og reyndar Rammstein líka, þau voru geggjaður. Ég man eftir í höllinni að því að það voru annarkur Íslendingur var að hita upp fyrir Guetta. Af því að hann nefndi ekki að spila heilt sett. Nei, og þegar ég var búinn með mitt, þá mætti ég og svona, herru, vola var eitthvað græjurnar kraftlausar. Þá var það krafa frá honum að græjurnar máttu bara vera 30%. Það er reyndar í, veist, allir sama hjá hvernig þú hittur upp fyrir að það er búið að skrúa niður í öllum upphittunartriðum svona. Já, það er svoleiðis. Já, ég fór á tónleika með U2 í München. Þá voru þeir undan hérna, hvað heitir það? One Republic, sem eiga fullt af lögum og voru geggjaðir. Svo bara þegar U2 byrjaði, þá hækkaði allt svona 200%. Og heyrði bara ok, þeir eru mættir. Þegar ég var hitt upp í skúter, ég mátti nota 15% af ljósónum sem voru búið á sviðinu. Já. Skilur, veist þannig að... Fekst þú ekki eitthvað hissi fitt þarna á baksvið? Nei, bara máli er að uppbytunatriðin eigi ekki vera vinnu, það eigi að vera léleg, skilur, og vandamáli var að Muscleboy því miður var að rífa þakið af höll. Því miður ekki vel í managerinn sem var ekkert eðlilega leðilegur. Hvað heitir managerinn? En byrju, setti þetta dælt í vinskap þinn og skúter? Því að þú er alltaf verið að huge fan. Nei, þeir voru alltaf hinskilin, já. Að gera settið dælt í... Það er leiðilegt að heyra maður. Þannig að ég mun ekki lofa þjóðinu því að ég mun gigga aftur í höllinni með DJ og það verður starra nafn en HB Baxter. En Baxterinn, þið Baxter voru aldrei það close, var ekki aðalega þú og Jónas? Já, þeir voru ekkert close en hann dyrkaði hann, Jónas er alltaf vinir, við spjöldum saman á WhatsApp. Og... En Baxter er náttúrulega bara aðeins, veist, hann er fættur 1965, skilur, hann er metinn á $100 million, þetta er aðeins öðruvísi pakki. Það er þetta rosa. Jónas. Að skúter sé metinn á $100 million. Já, hann er sko ballaus og búin að gigga frá því þú varst í 10. bekk, hvernig einustu helgi. Og hann eyðir ekki krónu í neitt. Pári ekki þess að? Vodka Red Bull, nei, hann er ekki vodka Red Bull, hann er bara vodka. Það voru krafa hjá Baxter, þegar hann kom til Íslands, að hann vildi hafa sér svona mót á klökunum á drikkjunum, þetta var klaka í drikkinu. Hvað mót á það? Ég bara klakarnir áttu að vera í ákveðinu shape. Já, hvað veistu hvað shape? Já, ekki titlingashape, ég veit ekki stendi. Hvað er eins og það? Titlingashape? Nei, ég bara spáði hvað. Það er alltaf sömu spurningar til þér stendi. Við ætlum aðeins að dempa fíblaskapin í stenda og fara í virtasta dagskrálið FM 95 Blöð sem eru sturglaða staðarindir. Nú veit ég að þið eru að trolla mig. En þær voru ekki eins og síðasta föstudag, þannig að við höfum ekki tími. Við erum bara spenntir. Ángriðs. Er hrossaskítur? Það er ein hrossaskítur og það samkvæmt þetta var bara sveppi, en ég ætla að segja samkvæmt Instagram, þá er allir á leiðinni út á land sem er held í kjaftaðin. Máli er að ég var að fá SMS. Sko, það er umferðarteppa núna út af því allir brunuðu bænum eftir að dansskólinn okkur kláraðast áfram og mikið liðið sem var bara á standby. Ok, þess vegna voni ég allir sem eru fastir í bíl núna. Já, þannig að allir sem eru fastir í bíl núna eiga að fara í bílaleik sem að heitir Hvað er hrossaskíturinn? Og allir í bílnum með að giska hvað er ekki sturlu staðreynd þessu, eru tilbúinir? Já, klárir.
Og hlustendur tilbúinir, já, ok, þá byrjum við Ára fyrsta Jackie Chan er lærður óperusöngvari Komir á orð Það er líklega eitthvað mest að kjaftaði sem vöðvingin hefur heyrst og í fyrsta skipti sögu Insane Facts alltaf ég að call bullshit í fyrstu staðurinn Ég er bara sammála málið það því að ég er bara að fylgjast mikið með Jackie Ég er mikið Jackie Chan maður Jackie Chan Heitir ekki Jackie Chan sko? Jackie Chan Já, Jackie Chan Hver er Jackie Chan? Jackie Chan Þú sagði Jackie Chan Með jóði strákar Jackie Chan Þú er svo lélugur í bara erlendu tungumál Já, það má alveg deilu það En ég veit alveg hvað hann heitir En þú ert huge fan á Jackie Chan Þú veist allt hann eða? Nei, ég er bara að fylgjast mikið með honum Ok, þá segir ég bara bullshit þetta Ok, sem hann er Jackie Chan maður landsins Kóttu með það Rumble in the Bronx er einn besta mynd sem gerðuðu verið Hún er Náttúrulega lán besta mynd Jackie Chan er Rush Hour Nei, þegar hann var komin í Hollywood með Chris Tucker Já, fyrsta myndin geggjuð Rumble in the Bronx er besta myndin hans Eina Ég hef ekki vissi hvað myndu þú tala um Ég hef þetta að segja miljónsinnum myndina með Chris Tucker Það er góð Þannig að dansandi Enda eru þið tveir ekki alvöru fans Hvað er Rumble in the Bronx? Þeir eru ekki alvöru fans Ég átti Waffo S, amerísku útgáðana sem hún slæta spólunni Waffo S-unni niður hilkið Þú opnar ekki hilkið, þú slætar henni Fattar þau? Þetta er ekki bara eitthvað gaming shit eða? Nei, þetta er Rumble in the Bronx Þetta er stærsta myndir hans Ég hef heyrt þetta Já, og málega, Rumble in the Bronx Ef þú pælir í hennu, ok, við getum líka tekið Chris Tucker myndir þetta ykkar Sem eru geðveika Ég er ekki að tala um allar Ég ást bara Rush Hour 1 þegar ég sá hana fyrst Geggjum mynd Og bara Chris Tucker var líka bara einn stærsta stjarni heimsættan Og Jackie Chan eða Jackie Chan eins og kallar hann Já, en svo náttúrulega er hann líka bara eins og þegar Quentin Tarantino kom til Íslands eins og þá var hann með Rissa og með svona sirkus í kringum hann þá var hann með sirpu að sína gamla kungfu myndir og Jackie Chan var mynd með honum var einn af þeim þannig að hann er náttúrulega, þú veist hann er svo mikið legend hann er það mikið legend, hann er lærður óperusöngari það er næsta er ég búið með eina störtluða staðreynd Það kom með KO og Steinþórina Rumble in the Bronx Það verður að róta þið núna Rumble in the Bronx er með hengurina 6,8 á IMDb eftir 38.000 atkvæði flott engur Rush Hour one of the greatest movie ever made er með 7,0 eftir 234.000 það er þetta að heyra IMDb er svona mainstream góðmurinn en málið er það, má ég segja eitt saman til það er að ég myndi gíska á að Jackie Chan hafi verið í svona kannski 80 kvikmyndum ef hann væri lærður óperusöngvari væri hann ekki bara að nota því segðu þetta þá bara eftir segðu þetta bara eftir Þeir eru sammála um þetta sem manjur hlustið þið bara næsta sturglaða staðreynd með fyrsta spurningi sem er með manjur við förum upp næsta sturglaða staðreynd dagsins kengúrur eru öfundsjúkustu dýr veraldar þannig að kengúrur eru með leiðilegri dýrum sem ég hef hitt já, ég meina, er öfundsjúk ekki leiðilega? Við hitt kengúru? Já, ég hef hitt kengúru, já, ég hef séð kengúru það er eitt að sjá hann og eitt að hitta Hvenær hittið þú kengúru? Ég var í Ástralíu bara í fyrra og hittir kengúru útskjöru fyrir með your competition þetta eru 9 sturglaða staðreynd ég er ekki að grímst ég fer að banna bjór fyrir þátt hann hitt ekkit kengúru hvað heldur hann að bara gefa henni nefn hann sá hana hoppandi þegar hann var að keyra framhjá bara alveg svo þú sást hval í SeaWorld það er ekkert eðlilega erfitt að sjá kenguru en málega er að hver einasti maður í Ástralíu er með hann er með svona grill fyrir fram að bíli sin að því að kenguru er svo mikið pláa að það já, keirir á það, við ættum eiginlega að vera með Íslandi líka út á rollunum já, við ættum basically að vera með en að sleppa bara keira rollur, það flókið það er enginn að reyna það en kenguruna þær stökkva fyrir frambíla það veit ekki betur en málega er að það er erfitt að hitta þær og ef þú hitta þær þá, jú, ég er enda sammála þær eru með leiðilega persónuleika þetta er ekki róskýtur ok, svo er það næsta Nicolas Cage lék næstum því Neo í Matrix, Willy Wonka og Superman Put the bunny back in the box þetta er hárrétt eða pottið það er agalegt að sjá Cage sem Neo var hægt að gera það betur en Keanu Reeves eftir 200 ár mun Nicolas Cage go down in history as the greatest actor ok, nefndu mig síðustu góða mynd með Nicolas Cage ég var að geða ykkur mynd með hún á daginn hvaða mynd? það var eitthvað plexur hjá kolbarnum ég er með svona plexur með svona basically online videolega sem ég kalla Kolpflix og og Nicolas Cage sem er ólulegt og þú veist að kalla út kolbarni beinni en alltaf leið getur þú sagt mér hvað myndin heitir sem var góð? nei, það var eitthvað Travel Arrest My Case það var rosalega en málega er að hann hendi eina góða artimynd bara núna daginn
og performansið hans í myndinni leiklistarlega var rosaleg. Ok, he needs a hit samt. Ég Kate maður en hann þarf að hit. Það var kannmynd. Það segja reitt, hvernig þú þarft ekki að hit þegar þú er búin að gefa út The Rock, Con Air og Face Off, þá þarftu aldrei að hit. Þetta var alltaf sama árið. Það er ekki að segja við þig that guy needs a hit. Nei, hann á The Rock, en náttúrulega Con Air Leaving og Las Face Off. Vegas er mynd sem að fær Óskarinn við og tekur hann ekki eins og með Já, bara ekki hann að þarf bara ekki ekki hitt að sko. góð Hann mynd er, ég sammála agla, hann er geggjaður Hann leikari. er gone in 60 seconds. Næsta 90% fólki heldur þessi lélegur leikari, hann er geggjaður leikari. Það eru bara til 6 einandra áraðanir frá William Shakespeare og það eru allar metnar á $5 million hver sem er sinnum 150 eitthvað þetta held. Það er að eyða peningu sinni með vitlis. Það eiga einandra áraðin frá William Shakespeare. Já, sko, ekki átt nót til. Ég meina, ímyndaður, ef þú væri bara búin að lifa 6 úlingum að taka selfie að þér. Já, hvað var að metina á 100 kall? Þetta eru $5 million sko. $1 million En sko, annarkoð maður á mynd með sér og auðvitað blöð. Ég er að segja, ef það væri bara 6 manns á Íslandi sem ætti mynda sér með Næsta spurning. þá væri hægt að ramma Næsta spurning, næsta staðrind. Ég ætla að samt að spyrja ykkur hvað haldið að sé, og ekki hugsa þetta lengi, svarið er fyrsta sem bara kemur upp í hugan. Hvað haldið að sé mest selda Vaffa OS bóla allra tíma? Ég hefndi að halda að vera seria 2 af Dave Chappelle. Vaffa OS? Já. Mest selda Vaffa OS? Ég held Þú ert að tala um þætti, sko. Já, það er Vaffa OS bólur. Þess að þú varst alltaf að horfa á króknum hana þegar að Pamela lék hana myndina sér á bátnum hana með tömum. Nei, það var ekki bara, það var ekki selt sem það. Ok, mest selda, ok, þau eru svo leiðilega. Ég veit að vinsalasta sjónvans, mest selda sjónvanseri allra tíma er önnur seri að Dave Chappelle. Já, taktu það bara í þínum styrklu staðrindum. Lion King er mest selda Vaffa OS bóla allra tíma. Svo er það næsta. Managerinn hans Elvis Presley seldi Anskotan, við erum ekki að selja FN95 blöð cancelled bóli. FN95 blöð má eat my shit bólir sem við seljum. Já. Þú brennir 3,6 kaloríum á mínútu í kynlífi. Það veldur alltaf hvað stellingu því að Já, var einmitt að hugsa það sjálfur. Já, meina, hvað ertu ef þú liggur á rúminu eins og gerir lazy ekki neitt. piece shit eða ertu versus, þú veist eins og kanina Ég get alveg lofa því að steindir ekki eðast 3,6 kaloríum á mínútu. Já, það er að meina Nei, ég ekki útilokað, sko. Það leynir á sér, sko. Er það? Það er alltaf að tala um að actors sé great in bed. Og ertu sammála því Er að? það en insane fact? Það er insane fact. Ertu undartekningin sem sammála því? Nei, ég ætla bara að sammála því. Herra, ok, Jay-Z og Kanye tóku Já, ég meina, lagi heitir þetta. Jay-Z og Kanye tóku Niggas in Paris 11 sinnum í röð á tónleikum í París. Hefði ég verið til að vera á þeim tónleikum því mér finnst þetta eitt besta lag sem ég heilt á ævim. Er ekki 11 sinnum í röðu að tedd? Jú, það er Ég myndi segja við Steinda En hvernig heldur að stemmingin að vera það? Ég myndi segja við Steinda þjóti bara Steindi, Jammi kvöldi besta lagið þitt og taka 11 sinnum nú. Það er vesen að fá hann að gera það tvisvar, sko. En sko, málega er að, þú veist, 11 sinnum og segjum að lagið sé 3 mínútur. Það er rosalega tími sem fer í En eitt lag. hvernig heldur að stemmingin hafi verið orðin þegar hún varð alltaf meira og meira þegar ég tók þetta aftur og aftur og aftur ég myndi borga pening fyrir að Já, vera ég sammála þér, en 11 sinnum fucking ekki, ok, 3 hefði verið rosalegt, en 11 sinnum voru ekki menn orðið þreyttir á þessu. En nú spyr ég, hvað hefur sér kæftað þið? Sko, málega, Þú veist alveg hvað var kjaftaði, sko. Þið segið það báðir? Það var ekki það. Nei, ég við sögum ekki báður. Jú, þú sagðir það. Já, þú veist, ég veit að þú ég heyrði það samt áður að það var ekki það. Nei, ok, hann er lærður óperu. Er hann óperusöngvari? Já, Jackie Chan. lærður, já. Já, það er að gefa mig stutt recap, stutt. Jackie Chan er lærður óperusöngvari, kengurur eru ömuldsjúkustu dýr veraldar, Nicolas Cage leik næstuði Neo í Matrix, Willy Wonka og Superman. Það eru til 6 einandra áraðinni frá William Shakespeare og hann metnar á $5 million. Lion King er mest selda Vaffa OS bóla allra tíma. Managerinn hans Elvis Presley seldi I Hate Elvis bóli. Þú brennir 3,6 kaloríum á mínúti í kynlífi. Jay-Z og Kanye West tóku Niggas in Paris 11 sinnum í röð á tónleikum í París. Hvað er þessi ekki af það? Ég ætla að segja að síðasti móliðin að þeir hafi tekið lagi 11 sinnum. Hvort var þetta William Shakespeare eða William Shatner sem var með 911 Emergency? William Shakespeare og við erum konið langt fram, við skuldum auðlýsingar. Það sem var kjaftað í þessu, ég ætla bara að slökka okkur báðum hérna. Það sem var kjaftað í þessu er að kengurur er ekkert öfundsjúkustu dýr veraldar. Ég bjóð það til. Ég er búin að slökka á mæknum hjá okkur báðum. Við skuldum auðlýsingar. Þið talið svo mikið, það er ekki hægt að vera með ykkur. Hlaðvarp FM 95 Blö. Kannski fullt rólegt hérna á föstudegi. Það eru flestir í gýr sem er að senda okkur á Instagram allavega. Það er verið að, já, sippa á nokkur vísköldum túborg og hlusta. En þetta er The Weeknd in Your Eyes. Vá, klukkan er þáttinu bara Sko, af hverju er hérna Fljótt að líða í dag. Já. Allt í hennu komin bara in the back.
Hún er ekkert inn að back. Var yfir primetime Já, það er komið að henni í dag. Já, Við erum ekkert að sleppa henni. En þetta ég valdi King of Booze Nei. Ég verið með eitthvað annað þó að þetta verið fyrr En það staðan sko, þetta er Það er bara komið að spurningkeppni Gilsarans. þetta er Hélstu við myndum sleppa henni það? Nei, bara þú veist, skýtunum mjög seint Ok, þannig að það er móðgun fyrir þá dagskrárliði sem eru svona seint í þættunum. Ertu að Já, tala um þú það? veist, nú er fólk kom út í bústað Já, Mögulega sturla á staðrundir eru alltaf á þessum tíma. Já. Það viltu að meina sér enginn að hlusta á það? Nei, ég er ekki að segja það sko, við varum nú í vondum álum með fólk hlustaði bara á 20 mínútur á þættinum. Já, en veistu hvað í trailer er það búið það? Æ, fyrst þú ert grenjandi og getur gefið smá Take trailer. your Þú ert kind, lítið sir. krakki þetta, maður sjá. Trailer. I'm gonna ask you a question, and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. Herri, ég var búin að gleyma kannar leðilegur. Það er komið að spurningkeppni Gilsarans og ég skal bara hafa trailerin undir hérna. Ok, thank you kind sir Ég hræðist Þetta er keppni King of Booze Þetta er tveir menn sem elska að fá sér Og hver er the King of Booze? Þetta er keppni sem þú vilt ekki vinna. Ég er algjör, ég er að míga á mig strákar. Kemur Ég er ekki ljós. að tjóka. Okkur. Akkur þetta míga á þið, míguðu bara Flókið Ég er búin að 3 orkudrykki hérna og allt er upp. Það er orkudrykkinn sem að dröfla þig. Míguðu á þig, hvað er bara míga á mig hérna? Hversu suppuleg stemning gerir þetta? Farðu þau stundum rauðvín með matnum Já. Eitt En maður þá King of Booze. Nei, það er nú normal. Ok, hversu spennandi byrjar En það? sko, ég fæ svona velliðan Egill, og ég er ekki eins svona að grínast núna. Þegar kemur eitthvað svona eðlileg spurning, Já. færðu rauðum við matnum, þá er ég bara svona, já, það ger ég. Fleiri svona. Já. Já, sammála því Hefurðu verið það hammered að þú varst að elta gæl út allt í kringlunni? Þetta er svo Nei, En ok, ég hélt ég var eitthvað með leið á Þetta er svo þessari. þreytt. Þetta er ekki rétt. Jó, þetta er ógeðslega Ég leiðilegt. ég var ekki búin að það. Nei, ég ekki heldur. Nú, varstu edru? Var ég etru? Já, Það er eiginlega verra. já, ég var etru. Ég held að það eru fullur. Nei, ég var etru. Varstu bara edru og hlaupandi kringum nætturinni? Gæti ég reynt við stelpur etru? Já, ég gerði það. Ok, vá, þetta er alltaf í norðið eitthvað miklu pervertískara og ógeðslega. Hvað meinar þú? Ég held að það hefur verið fullir eitthvað að Nei. fýblast. Ok. Hvað, sko strákar, heyrðu þið ekki upprunnulega söguna? Jú, búin að heyra hana 3 svar. Já, ég Þannig að þú varst bara blá edru. Hvað, keyrður þú eftir henni? Nei, hún var bara í kringlunni. Já, þessi stelpa. þú eltir hann á samkomu. Ég er ekki að fýblast núna. Nei, hún Ok. var með bás, ötti. Já. Þú varst bláveidrú Já, já, bara blá ok, etru. rétt, rétt. Ég fór bara og sagði bara hæ og þú veist, þetta er, ég er hræðileg, þú veist, ég er hræðilegur í þessu. Ég held að það verið í því. Ég er ekki að grínast eins. Nei, ég var ekki. Ok. Er meira sólarhingur sem þú tók síðasta alcoholic beverage? Nei, við fengum okkur í hátíðinu á fabrikunni. 2-2 Þetta er góð, ok, ég er ekki Fekk mér líka í gærkvöldi, Þetta sko. var aldrei Aðeins. verið spennandi Fekst þér í gær? Nei, ég fekk bara 2 bjóra heima. Jú, reyndar, ég fekk mér einnig gær líka. Það er 2-2, þetta er líklega mest spennandi spurning Já, það er allir að degju spennu. Ertu ráfandi ofurölvi á hverju einasta ári í kasinóum í Atlantic City? Á hverju einast ári. Jú, fjandinn. Hvað ertu að tala um mörg ár? Ég rauð. Bara hverju einasta ári? Ekkert hverju einast. Jú, en Síðustu 13 ára. Já, við veitum hvað Þetta er punktur, já. Hvað ár tókuð þið pásu? þetta er punktur. Þetta er sann svo ógeðslegt þegar þú segir þetta. Já, þetta er hálfsorglegt. Það maður að byrja að hugsa. Ertu það mikið hot shit að þú þarft aldrei að býða þig röð á bar þú pantaðir einungis flöskuborð? Nei, Nei. langt ifrá. Ok, það segir mig það að þið lappiði ná stað í 100 Reykjavík og farið bara á barinn. Já. 100% tilfellum. Ég er ekki að grínast. Nei, ég sverða. ég myndi segja Já, í 100% tilfellum. Já, flöskuborð eru yfirleitt ill. Ef það er bara, kannski við erum 20-30 mann svo við viljum reyna að halda hópin fá eitthvað hotn og vera þetta er eitthvað svoleið, sko, auðvitað lappar bara barinn. 3-3 Hefur verið mökkaður á The Greatest Place on Earth skemmtistanum Jokers á Benidorm? Já, giggum það. Við verðum með gigg þar, sko. Er það the greatest place on earth? Hvenær hefur þetta verið svo spennandi? 4-4 Nei, Á hverju Dead joke? time. við vorum, ég fyrir að hlýna. sko, Á hverju jokers best place on earth? Ég Ok, nefndu betri auði skemmtistað. Heldur hann jokers?
Sko, Allir staðir Það er að Jokers, margótt Ógeðslega sveitt, maður. Ég, Öddi, Bent og Frikki Dór og fleiri Við vorum fengnir til þess að vera að skemmta á Jokers þegar voru 3 menntaskólar íslenskir með árshátíðar Það var þetta geggjað gig Og það var fróðuðu ball Og málið er að skeri drafsnæftu 2012 og splæsti blöðum út Við vorum að Jokers every goddamn night. Nei, við vorum það bara alls ekki Akkur þetta ljúa Sem var því lík veistla. Nei, við vorum aldrei það Ekki voru við Ekki það, ok, þetta eru mörg ár síðan En ég sverða, ég heldur það mikið eins og farið á Þetta Jokers eru nýjar Já, upplýsingar voru paparazzaðir á The Segways Næsta spurning, hvað er staðan? 4-4 Ekki voru 38 ára gamlir all kvöld á Já, Jokers við vorum 38 ára fyrir 2 árum Þetta voru 10 Hefur ára síðan verið fullur bera ofan á bumbunni á stóra suðun á þjóðatíð? Nei. Yes sir Punktur á Steinda Steindi komin í goddamn league. Það er svo sem engin sjokkar á minni stuðull á hann Þetta var basically, ég ofpeppaðist Ég var að eiga the greatest gig of my life Og ég hendi mér úr öllu En ertu ekki búin að gera það öll giginn? Ég sko málega Endar ekki alltaf byrja ofan, bæðið þú og Sveppi Ef ég er að skemmta og stemningin er Það er að sjóða upp úr Þá hendi ég mér úr Það er bara þannig Já, Ok, hefur verið blind fullur í sundlög? já Akkur það að fyndi Nei, ég er bara gaman að þessu. Já, Flest en allir þetta var að samt- myndvöldir í sundlu Akkur, en svona öllugan er slettu Akkur það fyndi Ég bara Það er bara ekkert fyndið það. Ég myndi halda að 90% af þeim sem drekka hafi verið fullir í sundlu. Er Luigi Bergman að lenda í einhverju spurningaflóði frá einhverjum bólugöndum úlingum MR þegar hann er að spyrja spurninga? Nei Má ég spyrja og fara í næst spurningu? Ég held að Luigi hafi spurt síðan spurningar Getur betur bara svona kringum 85 eða Ég ætla að segja það blöð, þú you desperately need a point. Nei, mér langar ekki í hann Byrju, hver er að vinna? Þetta Er ég að vinna? Nei, þú varst á bumbunni á þjóðhátíð. 3 spurningur eftir. Ok. Þetta er eini sensið þegar að fá punktblöð. Já. Þegar þú ert mökkaður og mætir á skemmtistæði í 100 Reykjavík, er þér yfirleitt kift inn framfyrir röð því þú ert a hot piece of shit? Akkur nei Þú orðar þetta ógæslega Hvað meinar þau? Hot piece of shit Steindi fær alveg punkt þarna líka sko. En það er ekki að því við erum hot piece of shit að því að við bara grenjum okkur inn Ok, þið eru báðum punktana. Já Steindi getur ekki neitað, hann er ofta reynt að ljúga þetta sko. Ég er ekki að ljúga þetta Þú basically að spyrja að færa fram fyrir raðir Já, veist, þetta er kift Þetta er Steinþór hérna, Steindi dullarinn framfyrir. Nei, mér er aldrei verið kift úr röð Ég er ekki að fara Ok, það er 7-6 og Steindi. Ef þú vilt fara hreina íslensku þá erum við ekki að fara hvoruður okkar er að fara að býða röð einhvers staðar Blöð, í bæ. 100%. you need a goddamn point. Hefurðu dottið Hefurðu dottið í álfuru old fashion, gamaldags blackout á 40 sammáli á árinu? Nei Ég hef gert það Mesta fyllibitast ég þekki sko. En þú veist, ég máli það er langt síðan það er samt langt síðan ég fekk svona mikið bömmer og eftir þetta partí sko Steindi, þú ert king of Þú booze. ringdi 5 sinni mínu daginn Já, eftir. mér leið bara mjög illa Ég hefði átt að ljú ykkur upp að þér Nei, sko, málega það Ég hef alveg, þú veist Við höfum alltaf verið hreinskilir þetta stráðar Og við höfum allir örgulega lendið einhvern tíman í bara blackouti Ekki við Egil Jú, come on Ég ætla ekki að ljúga, maður hefur stundu fengið sér að svo mikið. Já, en málega er að þú veist, það er ógeðslega óþæld auðvitað, flest allir sem fá sér og eru kannski aðeins og grimmir í þessu þeir hitti, já, ég man alveg, já, ég hitti auðvitað, ég man ekki alveg hvað það var að tala við hann ég hitti hann þarna einhvers þar, minni mig þarna var ég bara, ég vaknaði og ég var bara, ég veit ekki hvernig ég kom heim Það er helviti Þú óþægilegt veist, ég veit bara ekki hver, þú veist, ég vissi ekki hvort að þú hefði skutlað mér heim eða einhver annar eða leigubíll Ég hef skutlað þér heim Nei, ég veit Finnst að það líklegt? þú varst mökkar Ég veist það alveg, ég bara hugsaði bara hvað var að síðast þessi mann eftir og þá var ég bara, ok, það var bara Það böggar með það núna, ég sagði það Ég hefði átt að ljúa, ég hefði átt að ljúa ykkur upp að þeim Herðu, er Steindi king of booze? Við erum að kæðja Þetta var að þegar það var landi í partíinu Congratulations, motherfucker. King of booze. Congratulations, motherfucker Þú ert king of booze, Steindi Titlarnir hafa verið verri Ég tek þetta frá mig Herðu, það er komið að lokum hér í FNÍ Blöð Við þökkum fyrir hlustunum í dag Já, við verðum mættir hér aftur næsta föstudag og já, góða líkur að vera fulli bátur Við, ég ætla að setja hérna lag fyrir Egil en við skuldum auglýsingar og já, ég er bara góða helgi Það er geggjus spávallæðin á höfuborgarsvæðinu og það var eitthvað sem ég ætla að segja hérna í lokin fuck it Heyrjumst næsta föstudag Við getum kannski mynd fólk að kíkja á trailerinn Hann var að koma trailer fyrir Eurogarinn Já, inn á Vísi Var þetta inn á Vísi og hann er geggjaður Lækja á deli Herru, takk fyrir okkur í dag Bye